Góðan daginn. Við Erum hljómsveitin SUS og ætlum að flytja lagið óður til íslenskra kvenna sem leiða framboðslista í Reykjavíkurkjördæmi norður og suður hjá vinstri hreyfingunni grænu. framboði. Við viljum vera eins og Svandís var, við viljum vera eins og Kata, já. Þær eru töff, þær eru kúl, þær eru æði, þær framleiða ekkert sæði og fremja engin ódæði. Ó nei, ó svei, það kunna ýmis fræði bæði, táknmál og íslensku hræðilega vel. Ó já, þær eru ógnartöff, já, þær eru sjúklega röff. Hlustu vini, hér er dæmi saga, þeim hetu dáðir fyrri daga, konunar á Hjarðarhaga. Einu sinni endur fyrir löngu í myrkum kastala við tjörn, þar sem krókódílar svömluðu og endur brutu allt á brömluðu. Bjó keisari, lítill og skrítinn, holdsveikur og sálarlaus. Hann hafði nýlokið við að undirrita samning við djöfulinn. Hann hafði fyrir löngu selt sálu sína, en nú ætlaði hann að selja orkabeituna, sem var töfrabeita, sem bæði orkum frá hreppnum en þeir herjuðu reglulega á og átu þau börn sem ekki fengu pláss á leikskóla. Nú skal segja frá hetjun okkar. Hún hafði dulbúið sig sem svan sem svamlaði á tjörnum. Þegar djöfullinn gekk sáttur frá samningarborðinu og yfir hengibrúna, stökk Svandís okkar upp á brúna og horfði beint í augun á djöflinum sem söng. Komdu með og vertu peð og legðu sálina að veði og gleymdu því á morgun að það var ég sem réði. Komdu með og vertu peð og legðu sálina að veði og gleymdu því á morgun að djöfullinn réði. Suss, vertu ekki með þetta sitt, ég þekki þig og þín vélabrögð, sagði Svandís og gleypti djöfullinn með húðu og hári. Segir svo sagan hún hafi seinna verpt honum, spælt hann og étið aftur. Og nú skal segja frá Kötu Já og hennar raunum. Það var eitt sinn ljótur dreki sem hét Línus Ívar Njálsson, oft kallaður Lín. Hann var óseðjandi. Seinustu 18 ár hafði hann farið versnandi og í þunglindi sínu fékk ekkert hann til að brosa. Nema þá þegar honum tókst að grilla eins og eina ólétta konu í námi. Þetta getur ekki gengið svona lengur, hugsaði Katrín með sér. Einhver verður að gera eitthvað, eitthvað sem að forir, getur og vil. Ég þarf að gera eitthvað. Og það gerði hún. Hún safnaði saman öllu því fé sem hún gat fengið, með hjálp til dæmis bænda og annarra fjáreigenda. Og brátt var hún komið með 660 ær. Svo batt hún féð saman og fleygði því í gapandi kjafti drekans, sem var svo mettur að hann sprakk í tætlur og fitukeppunum rigndi yfir bæjarbúa. Þessar sögur urðu svo að munnmælum og munnmælin að þjóðtrú. Þjóðtrún er nú öllum gleymd en sögurnar lifa í söng okkar. Og takið svo þessar tilfinningar sem þið berið til Svandísar og Katrínar Þessar jákvæðu. úr sögunum Og reynið að tilflytja þær yfir á mig og Uglu. til þess að elska okkur. Jafn mikið og við elskum þær. Og við ætlum að hjálpa ykkur með hérna einu lagi sem þið getið lagt á minni. Við viljum vera eins og Ugla ei, við viljum vera eins og Saga gei. Þær eru töff, þær eru kúl, þær eru æði, þær snerta fólk með eitt stóð í blæði. Þær eru samnefnari fyrir gæði. Já, svei mér, þær líka sjúklega svalar, tala tungum og syngja svaðalega vel.
Komdu með og vertu peð og legðu sálina að veði. Og gleymdu því á morgun að kúettin réði. Komdu með og vertu peð og legðu sálina að